Viðmælanda okkar í dag þarf vart að kynna. Hann er einn þekktasti og vinsælsti rithöfundur okkar Íslendinga þegar kemur að barna- og unglingabókmenntum. Hjá okkur situr Gunnar Helgason, rithöfundur. Mér persónulega finnst hann hafa verið allt í öllu frá því að ég var barn, hvort sem það var í bókum eða í sjónvarpi, og ég er á 50-aldri. Hann er alltaf jafn hress, jákvæður og boðberi fróðleiks og gleði. Bækurnar hans styrkja unga fólkið og fjalla lífið, vináttu, sjálfstraust, ósætti og áskoranir, en leið glettnar og skemmtilegar. Hann hefur skrifað fyrir sjónvarp og kvikmyndir, hann hefur hlotið verðlaun og bækur hans hafa verið þýdd á fjölmörg tungumál. Gunnar er svo sannarlega þjóðargersemi og hefur með skrifum sínum hvatt fjölda ungra lesenda til að lesa meira og njóta bókmennta. Hann er í grunninn leiklistamenntaður og virðist hafa fyllt hjarta sínu í að lyfta barnamenningu upp með því að styrkja börn og ungmenni í gegnum skrifin sín. Þessi þáttur er í boði Stafrænnar velferðar og joybox.is. Stafræn velferð heldur fyrirlestra fyrir öll foreldrafélög, bókasöfn, ráðstefnur og íþróttafélög þar sem foreldrar hópast saman. Farðu á stafrænvelferð.is og hafðu samband. Joybox.is er gjafavöruverslun með vandaðar fiktvörur fyrir unglinga og fullorðna. Farðu á joybox.is og skoðaðu gleðina. Vertu hjartanlega velkomin í þáttinn Gunnar. Takk. Það er sannur sannur heiður hagur að hafa þig. Það er sannur heiður að hafa hjá okkur. Takk. Heiður að fá að koma. Já, við erum svolítið góðu vinir, ég og þú. Já. Við erum búin að vera að Við erum 9 bestu vinir. 9 bestu vinir. Við vorum saman í torginu núna í senstu viku. Já. Og voru mjög flott. Ég var að koma þér, bara mjög. Takk fyrir. Þetta var upplifun. Það var mjög skemmtilegt. Já. Ég hef aldrei verið í beinni útsendingu áður, þannig að þetta er eitthvað. Það var svolítið stressandi. Já, þú hefur verið í beinni útsendingu áður. Já, og tala þú veist, leikrit og bækur sem ég er að plugga, sko, þetta er allt annað. Já. Þú hefur aldrei verið vonsvikin í beinni, er það? Nei, bara verið glaður og skemmtilegur í beinni. Fannst þér ég vonsvikin? Já, vonsvikin. Já, ég er vonsvikin. Út í okkur fullorðna fólki, kannski. Já. Já, og stjórnmálafólk þessa lands og úrtölu manneskjur þess sem að við viljum. Já. Ég og þú. Já. Og þú væntanlega líka. Já. Ég er eiginlega á öðrum stað. Ég er ótrúlega jákvæð og bjartsýn og í rauninni ég er bara mjög glöð með þetta. Ég er svo glöð að umræðan sé í gangi. Já. Það hefur margt breyst undanfarna mánuði. Fyrir bara 2 árum þegar við vorum að byrja að tala um þetta allt saman, þá var þetta bara eins og að gelta út í tómarúmið. Þannig að það eru hlutir að breytast, þannig ég er ótrúlega spennt og jákvæð fyrir því. Ég er líka svo spennt að heyra frá þessu unga fólki, að því ég sver. Ég er gamla fólkið, hvaða unga fólkið? Ég er miðaldra fólkið. Er það ekki ég? Ert þú ekki unga fólkið? Nei, við erum að tala um úlingana. Já, ég er svo mikil mamma, sko. Já. Ég er að tala um þetta 20 fólk. Já. Sem er ekki orðið foreldrar. Nei. Ég hef fulla trú því að þau verða foreldrar. Þá voru þetta allt öðru sig. Já, sko, ég á son sem er 26 ára. Já. Og hann semast er nýorðið faðir. Já. Til hamingju. Takk fyrir. Og hann er hálsmóna, hann Róbi Artur Örn, hann Rói menn. Og hann komist inn eigin iPad? 2. Nei, þau eru mjög, við höfum rætt þetta, sko, náttúrulega út af hvað ég ræstur yfir þessu, sko. Já. En þau eru bæði alveg á því að þetta verði iPad fritt barn. Ok. Bara eins lengi og hægt er. Frábært. Það var til að flytta í Kópavoginn. Já, það færðu afþreyingar. Hvað sér þau? Ég býði mitt í Kópavoginum. Já. Þar fáum við afþreyingartæki í boði sveitafélagsins. Já. Það er mjög skemmtilegt. Ég getum rætt um það endalust hér. Úlala. Hvað ætlum við að tala hérna? Mér langar að tala um bókina þína. Já. Af því að ég las hana bara hana rétt áður en ég pakkaði hann inn í jólagjöf fyrir strákinn minn. Já. Las hana einum degi. Já. Og ég hefði lesið henni í einni setu ef ég væri ekki með öll þessi börn sem væri að draga mig á fætur. Já. Byttu. Það verður að koma fram, sko, hvað bókin heitir, sko. Já. Ekki bókin. Og hann alltaf mjölk þetta plögg, sko. Bókin heitir Birtingur og símabanni mikla. Já. Símabannið mikla. Geturðu sagt þetta frá aðeins, án þess að spoila? Frá bókinni? Já. Já. Bókinni er birting.
sem að eru leiðin í sumarfrí til Tenni líklega eða Spánar og vill ekki fara af því að þetta á að vera símalaust sumarfrí. Já. Og hann verður rosa glaður þegar að foreldrar segja að þau komast ekki. Já. Bara daginn áður við að fara. Þannig að þess að mamma er sko pínlítil samfélagsmiðla stjarna svona, er reyna það og er förðunarfræðingur og bíómynda sminka og fær svona geggja jobb í Netflix bíómyndu og þarf bara að fara út á land að vinna. Og pabbi er svona forritari og hann kemur eitthvað upp á í vinnunni á honum þannig að það er eitthvað verkefni sem það er að klára bara hann kemst ekki heldur. Wow. Þannig að þau eiginlega hverfa út af heimilinu. Það er alltaf hann í barnabókum að vera að byrja að losa sig við forritari sko. Og pabbi Byrstings ákveður þau eru ekki samrýmd eða þau rífa svolítið foreldrar og hann ákveður að þetta verði smá símalaust tími þarna á meðan að þau eru að vinna svona mikið ásleis og líka bara hann spilar rosalega mikið töluleiki og er mjög mikið sem hann er rosa góður sko að horfa á skjái. Algjör snillingur það er eiginlega eina sem hann er góður í og þarna erum við komin inn í kafla 3 í bókinni og hann brjálast og tekur bara brjálæðiskast, kastar mjólkufernu og morgunkorni í mömmu sína sem er að taka þetta upp þannig að hann grunaði að hann myndi bregðast illa við og hann vantar þú veist, þetta eina fyrsta geggjaða myndband til að þú veist slá svolítið í gegn á samfélagsmiðlunum og þetta virkar og hann verður svolítið þekktur sem brjála mjólkubarni og svo fara þau bara svæsið að taka upp barni með erfiða tilfinningar en þetta er bara gert. Þetta er gert og hann sérst út af þessu viðbröðum þá ákveði pabbi að refsa honum ennþá meira sko, að hann bara tekur tölvuna burt, síman burt og sjónvarpið. En hann er að semja þú veist, 2 tíma á sjónvarpið á dag og hann má kaupa sér síma. Hann fær síman aftur þegar hann verður 14 ára, hann er 11 ára en hann má annarkvort þegar hann verður 14 ára eða ef hann getur keypt sér síma. En hann á engan peninga þegar hann neytti öllum peningunum sínum í tölvuleiknum. Og peningum frá mamma og pappa. Þannig að hann er bók, þá svona fyrir bókinast á, hann byrjar að reyna að safna sér pening með því að svíkja pretta. Þetta er nefnilega svo fyndin bók, er að þegar hún snertir á svo mörgum atriðum sem foreldrar hafa þurft að díla við. Ég er mjög spennt. Og líka mikið af svona kennslufræðilegum atriðum í því bara hvernig á að vera öruggur á netinu og það er snert á gervigreindina sem ég varst algjör snild og hvernig runni er allt handa til að fanga athygli okkar og líka hvernig þú ert aldrei öruggur við hvernig þú ert að tala og það er alltaf það sem ég ætla að fara inn á næst er að þegar ég held fræðslu fyrir börn í grunnskólum stafræna velferð og stafræna notkun og eitthvað sem fyrir áramót var ég að tala við hópa úlingum og þá var ég ekki búin að sjá þessa fínu auglýsingu sem þú gerðir hérna þar sem þú tókst upp raunverulegan skets af barni þar sem mamman tekur síman í burtu og strákurinn kastar mjólkunni í mömmuna, sástu þetta ekki? Ég greinilega ekki nógu mikið á samfélagsmiðlum en ég sá þú verður að bæta því en þetta var látið halda í nokkra dagar samfélagsmiðlum að þetta væri raunverulegt, ekki auglýsing og ég var að tala við hann hópa úlingum og þá vorum við að tala bara hvað áhrif þetta hefur á okkur og svona, þá segir einn stelpa bara já, ég sá hann daginn að það var bara strákur og hann bara tekið síman og hann bara trilltist og bara hent mjólk í mömmuna og ég var ekki búin að sjá þetta og var ekki búin að fatta þetta, ég bara já, ok, það er klikkað. Hefur sett internet á hliðina. Já, þetta vakti mikla athygli. Og síðan fyndi þér að það var bara í seinustu viku, þá var ég aftur að tala við, þá reyndar yngri börn að tala við ókunnu á netinu, af hverju það er ekki góð hugmynd. Já. Og þá var það skóli þar sem þú hafðir nýlega einmitt mætt á svæðið og
lesið upp á bókinni og þau voru bara, meirihlutin á bekknum voru búin að lesa þessu bók Okay. og þau voru bara, nei, eins og í byrtingur síðan bara mikla, þú veist, þá ætlaði hann bara að mæta dyrunum hjá stelpunni með rósapunkti en svo var þetta bara eitthvað gaur 25 ára góð kall Já, einmitt. og þannig lærðu þau bara, þú veist, nei, þú veist það er bara ekki hver sem er þú veist, þú getur ekki treyst í að sá sem er á netinu er sá sem hann segist vera og Gaman að heyra þetta þannig að mjög gaman að tala við krakkana þegar þau hafa margt að segja þessa bók sko. Já. Og einn sagði mér bara, já þú veist, ég byrjaði bara að lesa hana á jóladag og síðan bara þurfti ég að fara í kaffi til ömmu en síðan kom tilbaka og þá bara kláraði ég hana Já, okay. þetta er bara át upp bækurnar sko. Já, hvað gaman aldur að var heyra þetta? þessi hópur sem var einmitt að var miðstig Já. Já, þannig að þessi er alveg fullkomið fyrir miðstið sko. Já. En það, allar heiturnar 11 ára sko. já, þetta var frábær bók Og líka sko, ég er svo ánægð með að hvað mamman er ömuleg Svo gaman að skrifa svona ömulegt foreldrarnir er yfirleitt svona allt í lagi fólk sko Já. Hún er alveg snart sem mamma svo tengdi ég svo við pappana því að hann er appforritar eins og ég og ég bara Máttu ekki segja mikið nei, ok, fyrir ekki Appforritar, það stendur ekki í bókina, það stendur bara forritari sko já, hann er forritar En það kemur í ljós seinna. já. Já. En það er kannski ekki ymmit lesendur þessara bókar, kannski ekki ymmit Markhópur- á þessu hlaðvarpi Nei, það er rétt, það er rétt, Þannig að það er kannski ekkit svo En það er kannski einhver hlust í bílnum og spert eyru í aftursætinu, ég veit það ekki já, nú verða það bara að fara að lesa já. Við erum búin að krydda þetta nógu mikið Já. en þetta er ótrúlega skemmtilega Kom þér á óvart við hvað pappinu var að vinna í raun og veru? Já, Varstu búin að sjá það fyrir? nei Ég sá Eitthvað það tvist. ekki fyrir sko. Ég sá það ekki fyrir Æðislegt. En ég var mjög ána með Já. þróuna á þessu Já. öllu saman Já, gott að heyra. Fannst þetta mjög gott En gaman að heyra. Þannig mjög já, spennandi. við mælum með þessari bók Ég er bara svo glöð akkurat Það er þetta sem gleður mér svo mikið að því eins og ég segi, fyrir 2 árum cirka þá var ég bara gælt út í alrými hérna og það Já. var enginn að hlusta og allir bara neini Símabann í skólum, þú veist það má ekki, umbóðsmaður barna segir að það megi taka síman á börnum og eitthvað svona þannig umræða bara þegjuðu þannig hætti að tala um þetta Já. en við gerum það ekki, við hættum ekki að tala um þetta Nei, það þarf alltaf bara svo mikla umræðu eða svona mikla samtal til þess að komast að góðri niðurstöðu. Þú veist, Já. það var enginn að fara að taka bara, tala um að rífa síma af neinum, bara þurfti smá samtal, Ég er svolítið að tala um það. bara rífa það af. Já. Já. Sko, eftir torgið sko, var ég að segja bara takk fyrir, ég fekk svo mikið fallegum skilabóðum sko, og Já. sett á Facebook, bara takk fyrir og fekk alls konar viðbröð þar að, veist, langmest bara voðalega og hvað. En svo sá ég hérna í fyrradag einhvern tímann grein á Vísi þar sem að það er ekki svo einfalt mála að hérna banna veist, það var ekki verið að ræða að taka síman af fólki heldur að banna úlingu eða börnum að vera á samfélagsmiðlum og þá var það allt í einu orðið voða flókið og þú veist og það verið svo auðvitað svindla á því og veist og ég bara og mér finnst það svo mikil svona ég þóla ekki þessar úrtölurattir Já, uppgjöf. og á sama tíma sko er kona í máli við bara stóru teknifyrirtækin samfélagsmiðlana í Los Angeles að segja þið gerðu með háða, hún var 16 tíma stundum og við erum að tala um, okkur finnst það ótrúlega mikið, en við erum að tala um það að íslenski krakkar séu að meðaltali í 67 tíma Já. á samfélagsmiðlunum, á dag það er fullu vinnudagur sko Já, það er aldrei matapása nei, einmitt. eða klósettpása Nei, Þetta er líka um helgar og þetta er líka um helgar þetta er bara 120% vinna já, og hún tvö stórfyrirtæki er búin að semja við hana en hennar röksendafærsla er semst svo að þessi fyrirtæki samfélagsmiðlafyrirtækin þau séu búin að byggja inn ávanabindandi þætti sem fólk ræður ekki við og 2 af þessum stóru fyrirtækjum segja nei önnur 2 segja ok, við erum búin að borgum bara og förum ekki, sætlum þetta og meðan þessi 2 fyrirtæki sem eftir standa sem verið að fara í málið þau sko þau hérna á saman tíma vitum við að fólk sem er að vinna þarna lærði semst, hvernig á að gera fólk ávant, hvernig segir maður, háð
þessu efni. Það fór bara í háskóla, þetta er kent í háskólum og það er bara til sko innan hús fundagerðir og memos og alls konar, það sem er rætt hvernig á að gera fólk háð miðlunum okkar. Þetta er svo svívirðilegt. Já, þetta sko Jonathan Haidt sem ég held svolítið upp á, hann var hjá Bill Maher á föstudaginn og sagði sko þetta er verra en tóbaksfyrirtækin. Já. Því að við tölum einhvern um tóbaksfyrirtæki, þú benti mér á það, þetta væri svipað á það, Anna, og hann segir þetta er verra vegna þess að tóbaksfyrirtækin þau voru að ljúga þig á, þetta væri ávarabindandi og geti drepið þegar þau vissu að það væri þannig en þau beindu vörunni ekki að börn. Nákvæmlega. Og þau vissu sko, tóbaksfyrirtæki vissu að þetta getur drepið en það tekur alveg 50 ár. Já. En samfélagsmiðlufyrirtækin vita að það getur tekið hálft ár. Þannig að sko, og þau beina þessu sérstaklega börnum og þau vita að einhver ákveðin prósta eða það er mjög eða mikil hægt á því að börn fremji sjálfsmorð. Já. Og samt halda þau áfram og ljúga og þannig að þetta er verra en tóbaksfyrirtæki. Já, mann er bara svo orðavant. Já, veist, bíómyndin á eftir að koma. Já. Kemur eftir 5 ár, kemur bíómynd hvað þetta var viðbjörslegt fólk sem vinnur hjá þessum samfélagsmiðlum. Og hann var líka að segja, Jonathan Haidt, þarna á föstudaginn, hann er nýkominn frá Ástralíu, þar sem að, þú veist, fyrsta samfélagsmiðlabanni fyrir börn var sett á. Já. Og svo fór hann til Evrópu, var í Davos og hann segist heyra það er bara allir að tala um að gera þetta. Vegna þess að í þessum tilfelli þá stjórnmálafólki á eftir foreldrunum. Borgurunum getur við sagt. Sem vilja einhvern veginn stoppa þetta rödd. Já, það sé eitthvað gert. Á meðan að mér stjórnmálafólk ofrætt við vinsaldir. Eða átta sig ekki á því hvað þetta er því vinsælt. Einmitt. Nei, það ekki. En það er einmitt mjög áhugavert að tala um þetta mál hérna í Los Angeles af því að ég er að fylgja því mjög mikið eftir. Já. Og það er einmitt þessi 2 fyrirtæki sem eru eftir núna, eru Meta og YouTube. Já. Sem vilja ekki viðurkenna. Nei, sem eru ennþá Meta meinur Instagram. Já, Meta á Facebook og Instagram. Já. Og það er mjög spennandi, þetta er tekið upp þessi þáttu núna sem við erum að tala saman, við erum á mánudegi, vorum að fá okkur bollur, það er bolludagur. Já. Núna á miðvikudaginn er engin annar en Mark Zuckerberg að fara að mæta fyrir dómi í þessum réttarhöldum og það verður mjög spennandi að heyra hvað kemur út af því. Akkur ekki fjallað um þetta í fjölmiðlum hér? Það er mjög lítið fjallað um þetta, RÚV var með eina frétt í gær þetta. Já. En það er alls ekki, ég held að það sé að reyna að halda þessu pínu, sko það sem ég hef heyrt allan í Bandaríkjunum, en það er verið að halda þessu pínu niðri, smá sussus, svo sé ég ekki verið að hafa áhrif á kviðdóminn. Já. Svo sem skiljalegt, maður vill ekki að það hafi áhrif. Nei. En þetta er allavega, það sem er búið að gerast er að, eins og segir, 2 fyrirtæki eru búin að semja. Það er Snapchat og TikTok. Já. En það er bara gagnvart þessari einu stúlku, af því það sem máli er að þetta er sem sagt ein stúlka sem er kölluð KGM eða Keila. Já. Og hún er í forsvari fyrir þessu og það er búið að pakka sér saman allt í þetta eina mál með henni. Já. En það sem er bak við þetta eru ykkur þúsundir fjölskyldna og skólasamfélag og fleira sem eru með sínar eigin lögsóknir en bara til að spara tíma og vinnu að þá er þetta allt pakkað saman í ein réttarhöld. Okay. Þannig að þau eru búin að setla gagnvart henni en ekki öllum hinum þúsundunum. Þannig að þau mun alveg þurfa að svara fyrir sig í rétti. Og það sem er verið að grafa upp þarna í þessum réttarhöldum er svo girnilegt. Þetta er svo fyrir okkur, þetta er svo krassandi er að þetta eru það voru þarna hvað er ekki, 2001 minni mig, það er allan 5 ár síðan að hún þarna lag og nú man ég ekki hvað hún heitir svo, þarna, konan sem var að vinna hjá Facebook sem lag öllum gögnunum nú get ég ekki mann hvað hún heitir en hún lag bara þúsundum gagna tölvupósta rannsóknum og fleira úr Meta sjálfu
og fyrir ykkur nörd sem vilja grafa hann svona í þetta, þá til heimasíða núna sem heitir Metas Internal Research. Já. Þar sem þú getur lesið þessar rannsóknir sem þau gerðu á sínum eigin Kunnum. notendum. Já. Ekki kunnum, af því að þau borga ekki penning, þau eru ekki kunnin, Já, þau eru varan. Já. Sínum eigin notendum. Já. Og það er svo ótrúlega áhugavert að vita hvað að koma út af þessum gögnum þarna. Til dæmis það að það voru ég sá þetta Scrolling to Death, þau eru með sæti inn í réttarhöldunum. Það er sem sagt konan sem það var sem heitir Scrolling to Death, mælum að fylgjast með henni og hún inn á réttarhöldunum og að fylgja þessu grimt eftir og kemur uppfærslur hver einustu viku það hvað fóð fram þannig í vikunni á undan. Og þær voru að tala eins og að það voru eingögg sem að vera að fara yfir í réttarhöldunum þar sem Meta var að rannsaka munina áhrifum þess að 11 ára börn væri að fara inn á miðlana og tvítugt fullorðsfólk var að fara inn á miðlana svona að þeirra áhrif á hversu lengi eða mikið þau notuðu miðilinn. Og þá fyrir maður alltaf að hugsa, býttu nú við. Hvernig vita þessu 11 ára? Já. Þú verður að vera 13 ára til að skráða miðilinn. Já. Þá vita þeir alveg hvað það er í bakendanum. Raunverulegur aldur. Þau vita alveg hvað þú ert gamall út frá því hvað þú skrifar í skilabóðum, út frá því sem þú horfir á, út frá vinahópnum, hvað skóla þú segist gangi og fleira. Þau vita alveg hvað þú ert gömul. Þú veist, það er ekkert leyndamál. Maður er svo lítill í þessu að maður átta sig ekki á hvað fólk bara er flink í þessu, eða hvað þessi fyrirtæki eru flink. Já, þannig að það er eitthvað svona, hvernig ætlaði að vita hvað eru gömul bara fyrir ekki þau vita allt mig. Þau vita nákvæmlega hvað þú ert gömul. Og við erum bara réttum krökkunum okkar síma hjálpaðum að skrá sig á þessa miðla og þar með eru öll persónur farin og seld hæstbjóðanda út allar heim. Þetta er, veist, okkur er alveg sama. En ég hef séð sko umræðina eftir þetta ég skil áhyggjurnar þegar kemur af sko lífkennum þannig að með því að lífkenni heitir það. Já, sannreina það hvað er gamall þá að nota skonar aðferðir eins og að taka myndir af andliti eða eitthvað svona myndbönd þar sem þú ert að skanna í rauninni andliti og finna út hvað þú ert gamall og þannig þeir að safna upplýsingum um þig, mjög djúpum upplýsingum þig, hver þú ert og geta nýtt þá til andra nota og það eitthvað sem við þurfum að hafa varan á. Ég heldur séu nú þegar að gera mikið að því með því að vera að pósta rosalega mikið að myndum og myndböndum á okkur og börnunum okkar hvort eða nú þegar. En þegar kemur á Íslandi þá eru við samt með rafræn skilríki. Já, algjörlega. Og alveg svo Ástralía, þeir eru náttúrulega stórt land, þeir gátu krafist þess að þau myndu finna út aðferð til þess að sannreina hvað ert gamall. Væri það ekki hægt að við myndum krefjast þess að það væri sett upp íslensk rafræn skilríki? Mér finnst þetta bara frábær spurning og þetta, að því ég er búin að hugsa mikið sko, getur Ísland ekki sett neinar kröfur á þessi fyrirtæki? Við erum reynda sko mjög, nei, í rauninni ekki, við erum mjög lítil. Ég veit það, við erum sjálfstæð þjóð og við hljótum að geta skattlagt getum við ekki skattlagt þessi fyrirtæki? Nei, Skúli er enda miklu betur en ég að tala um þetta, ég spjallaði þetta við hann en hann hefur sem sagt verið að berjast á móti þessu að því að til dæmis það er ólöglegt að auglýsa veðmálasíður og fleira gagvart úlingum eða börnum. Já, bara það er ólöglegt að auglýsa, já, en það er samt verið að gera það. Já. Og það er engin leið til að stoppa að því að, fáum bara puttan hvað allar gerir því. Við erum ekki í Evrópusambandinu, við erum ekki innan neinum svona stórri löggjöf, skilur þetta er bara ekki hluta af pakkanum, ekki það, ég ætla ekki að tala upp Evrópusambandinu einstaklega, mér er alveg sama það, en ég bara segja að við erum bara svo lítil að þeim er alveg sama. Já, sama, við getum alveg sett lög og ef þeir hverfa héðan, hvað myndi gerast? Ekki neitt. Það er komið nýtt íslenskt samskiptaforrit. Já, slappið. Slapp. Ég var að spæja að reyna að fá þá hingað. Ég heyrði í þeim í útvarpinu í dag. Já, bara heyrði í fyrsta sinn á leiðinni hingað. Er það? Já. Og slapp. Ég er búin að skrá mig í slappið. Og hvernig litur þú? Þetta er mjög flott hjá þeim. Ég er mjög stolt af þeim. Já. Og ég held nefnilega að það sé klárlega efni í nýsköpun að bara fá okkur betri miðla. Já. Sem er ekki með þessari gagnasöfnun okkur og þú veist, alltaf að vera að spila með okkur eitthvað sem er svona Facebook 2012 skilur, bara sem við vorum öll ána með það. Mér heyrist þeir eftir verið að tala þannig. Já, ég er bara mjög ána með það og ég ætla að reyna að fá það í þáttin. Og jamtakkin
Það nú algjör snill. Þú veist, þetta er svo mikið fyrir yngra fólk og þá hugsaði, já þetta bara Facebook 2012 það bara jamtakkin. Þetta algjör snilldar fítu, sko. Þetta bara mjög vel gert hjá þeim. Verst það að ég náttúrulega með balansfón og get ekki haft neina samfélagsmiðla inn á því. Veitu, hvað gerir þessi jamtakki? Ég veit það ekki. Nei, sko, jú, ég veit það. Ef þú ítur á jamtakkan, þá segir allir vinninum að þú sért á jamminu. Já. Þú segir ekkert hvar þú ert, það er ekki staðsetningan eitt svo leiðis, þannig að þú getur heyrt, þú veist bara að ég er á jamminu. Já. Og það er virt í eitthvað 8 tíma eða eitthvað. Já. Þannig að ég fyrir að veiða næst idiot jam takkar mitt jam, sko. En að því að sagði balansfón, veist, mér finnst, sko, málsmetandi fólk hrista höfuðið framan í mig þegar ég tala að taka síman af börnum. Já. En það til þessi sími sem heitir balansfón sem, þannig að ég ætti kannski að breyta söng, skilji, ætti að breyta textanum í skiptum út símanum í staðan fyrir tökum aðeins símana. Já, en ég meina ef það er hérna er það flókið að segja tökum síman aðeins, það til önnur lausn, á maður bara að segja skiptum út símanum fyrir hvað ég kalla, vænasíma, ekki snjallsíma. Hvað kallar það balansfón? Jafnvægi síma. Jafnvægi síma. Jafnvægi, já, balans, bara beint þýðing. En ég bara því að sko allir eru kallaði snjallsímar og veist. Hann er mjög snjall, þessi síma er mjög snjall, hann getur gert allt. Já, hann er ekki sko dumbphone, sko. Hann er ekki snjall samt. Vænn er mjög fallegt orð, vænn sími. Já. Notenda vænn. Já, hann er nefnilega notenda vænn. Fyrir þá sem eru með það, þú veist, þetta er vænt tæki. Eins og ég segi alltaf, við erum að nota tæknina og ekki að nota okkur. Og það er svo margir, þegar ég segi, sko, mér finnst að taka síma af börnum, já, en þau sækja svo margt á netinu. Já. Og maður er bara, ok, númer 1, þurfa þau að vera nettengt allan sólarhringinn? Eða geta þau verið heima? Þar er líklega einhver tölva sem var hægt að leita upplýsinga ef það er það sem þarf að gera. En 99% af tímanum eru þau ekki að leita upplýsinga fyrir eitthvað merkilegt, sko. Eða, númer 2, þú veist, þetta, þegar ég vil taka símana, númer 1 var, já, þetta er að komast á netið. Númer 2, í balansfón, þá kemstu á netið. Já. Þannig að það er til tæki. Já. Ég benti vinkonu minn á þetta og hún bara tók heljastökk af ánægju. Þetta er bara algjör snillt. Hún sko skoðaði þetta. Já, sko, fyrir hlustendur til að útskýra það, þá þetta er bara venjulegur snjallsími, þetta er bara Samsung sími. Alveg eins. Þetta er Samsung. Já, sem getur gert allt sem venjulegur Samsung sími getur gert. Já. Nema það að hann blokkar, bara útilokar alla samfélagsmiðla, alla tölvuleiki, klám, veðmál og streymisveitur. Bæn. Og þegar ég segi streymisveitur þá meina ég myndbandsstreymi. Þú getur ennþá hlustað, já, eins og YouTube. Þú getur samt notað YouTube Music sem er þá tónlist og þú getur notað Spotify og Audible og hlustað á bækur. Já. En það sagðu þú mér ekki að þessi hægt að senda skilaboð gegnum Spotify? Jú, það er enda, sko, og það er líka eitt sem maður þarf að segja, er að þetta er mjög sniðu græja og blokkar rosalega mikið af þessum slæmum hlutum. Hins vegar tekur það aldrei ábyrgðina á okkur foreldrum, við verðum alltaf að vera meðvituð að þessi upp eru alltaf að uppfærast. Ég nenni því ekki. Nei, sko, eins og Spotify, þetta var bara app til að hlusta tónlist, en flesti foreldrar gerir sér ekki grein fyrir því að það er komin sko svona stuttmyndbönd þarna inn núna og þú getur sendt skilaboð þarna inn núna. Alveg nýtt fyrir mér. Það er myndbönd við hvert lag. Já. Þú getur skrollað, þeir eru komið svona skrollfítu svona inn sem er alveg óþólandi, geta ekki bara haft þetta venjulegt. Já, ég var ekki bara að sjá skrollið. Nei, en ég sko skrifa bók og er mér fullt af tónlist og er búin að vera svolítið á Spotify að leita tónlist og svona. En ég hef ekki tekið eftir þessum fítus. Nei, ég hef aldrei gert það, sko. Nei, þetta var nýtt fyrir mér. En þannig að bara foreldrar að vera meðvitaðir um það, þótt að sé eitthvað app sem er kannski gott eða leifilegt eða notandavænt, er að því að þessi fyrirtæki eru alltaf að keppast við athygli okkar, þá eru alltaf að koma uppfærslur. Já. Og von bráðar mun svo uppfærsla koma upp í appi sem þú elskar að það verður breytist í eiturlyf. Já, verður svona
þessi brellibröð komin nokkað inn til þess að halda aðteklinu sem lengst. Finnst ykkur ég vera gamall kalla að öskra á skýin þegar ég segi tökum síman á bönnunum, vegna þess að ég fengi þær ásakanir, þú veist, nútíminn er hérna, hann er komin, við getum ekki tekið skref aftur á bak. Nei, ég hef verið kölluð sko risaðala og tæknihrætt mamma. App-forritara sjálf. Fólk getur náttúrulega sagt þetta en hérna það þarf eitthvað að gera. Já. Sko ég verð að segja sem foreldri, sérstaklega sem einhver sem talar það að við verðum að finna svona jafnvægi í þessu, ég bara mjög þakklátt fyrir svona sterkar rödd eins og þína sem að taka þetta á sig. Ekkert smá. Mér langar svo, út af því að nú erum við að tala það er kannski ekki allir foreldrar sem gera sér grein fyrir sko, flestir halda þetta sé bara skjárin, að hérna börnin okkar sé að horfa mikið en síðan er það bara raunveruleg hætta ég held að við talaðum þetta fyrstu einum að tveimur þáttunum okkar annarlefi að hérna við erum alltaf að passa börnin okkar þú veist þegar fara út og hoppa upp í hérna upp í bíl með ókunnum eða æskilið, eitthvað svona og hérna, en svo þau bara inn í herbergi og kannski að tala við ókunna og hérna það er engar útvistarreglur hérna. Nei, einmitt og mér fannst svo forvinnilegt þetta sem kom í þetta sem þú talaður í torginu það voru einhverjar svona tölulegar staðrendir sem mér fannst mjög sjokkrandi og þér fannst sjokkrandi hver voru það eftir? Sko, ég þóri alla fara með það er nýbúið að gera, sko, hverju ári er gerð könnun menntavísindasvið háskólans, er það ekki? Nei, þetta er svona fjölmiðlanefnd. Já, þetta var kynnt á málþingi menntavísindastofnunar. Já, þau voru að vinna þessu saman. Já, og hérna... Og þetta er ekki hverju ári, ég held að það sé... Jú, mér fannst hún segja það. Er það? Ok. Já, vegna þess að tölur, hún talaði tölur sko með að við, hvernig hefur breyst frá 24 til 25? Ég held að það hefur verið senast 23. Já, ok, allavega, þá... Ok, ekki taka því alveg. Nei. Ég skrifaði þetta niður og ég glemdi þið heima sko það voru tölur eins og 45% barna hafa þetta konum frá 5. til 10. bekk og 45% hafa upplifað ofbeldi eða einelti á samfélagsmiðlum 45%? 45%. Vá, og þetta er hvað? Þetta er 10 til 16 ára? Já, 9 til 16 ára. Já. Og 10% stúlkna sem voru spurðar, að náðu ekki alveg niður, höfðu verið beðnur að senda nektarmyndir á sér. Hugsa ykkur. Pæli í þessu. Þetta er raunveruleiki sem börnin okkar búa við. Inn í herbyggi hjá sér. Inn í herbyggi hjá sér. Og þar kom fram að með tími hérna á samfélagsmiðlum eða í símanum var 67 klukktímar á dag. Á dag. Við erum búin að tala um það. Já, en sko, þetta eru 2 skýrslunafla. Það er ein sem hún er ekki komin út held ég á netið. Hún var kynnt þarna. Já, hún er ekki komin. Þannig að við getum ekki alveg flett upp þessum tölum. Nei. En hún aftur að koma. En þó var önnur skýrsla líka það sem var kannanir fyrir fullorðna, þannig að 18+. Já. Og mér fannst líka það vera mjög áhugaverða tölur. Niðurstöðurinn sem kom út af þessu. Hvað við fullorðna fólki erum hræðileg þegar kemur okkar eigin skjánotkun. Já. Og við þurfum líka bara aðeins að tala um það. Að því þegar ég byrjaði að tala um þetta þá var þetta allt bara börnin. Já. Tökum síman á börnunum en við verðum að fara að horfa í eigin barm, verðum að fara að pæla í okkar eigin símanotkun af því þetta er alveg hræðilegt. Já, og líka sko börn er að biðja foreldra sína að leggja símana frá sér. Já. Af því að þú veist bara ná ekki athyglinni sko. Einmitt. Þannig að segir hérna 60% sem upplifir sína af samfélagsmiðlum verri nú en þegar þau byrjuðu að nota það. Já. Og þetta eru skárri tölur en úr síðustu rannsókn. Já, svo er það. Er þú að skoða fyrir fullorðna? Fyrir fullorðna, sko. Já. Það er bara eins og þegar við vorum að byrja að nota Facebook, þetta var geggjað, bara að hitta vinni, að finna fólk sem þú þekkir og tengjast þeim. Facebook er náttúrulega orðið hræðilegt, sko. En það var frábært þegar byrjaði með ég og ég elskaði það. Já. Að geta, þú veist, ég var í skiptinámi og fleira og við út allan heim og geta haft þennan þráð, þessa tengingu við fólk sem að þekkir allstaðar að, geta fundið allt og alla, sko. Það er frábært, en núna er þetta bara orðið eitthvað sorp af einhverju skrollbulli af auglýsingum og einhverju AI drasli
og þess að segja líka hérna 73% byrta færri færslur á samfélagsmiðlum nú en þegar þau byrjuðu og 63% segjast sjá færri færslur frá vinum á samfélagsmiðlum en fyrir ári síðan. Já. Það er bara hending að maður sér frá vinnu sínum. Já. Raunverulega vinnu sínum. Það er ekkert einmitt. Við erum ekki að nynni til að gera það sem við vorum að gera áður. Nei. Ég mista tónleikum helgina því að vinur minn setti það inn en það er greinlega ekki nógu merkilegt í hugum Meta. Já, meinar. Og þú sást það ekki. Sá það ekki. En sko það sem er sláandi er að yfir 50% rákust vikulega á efni á netinu sem innihélt hatursfullar tilvísanir í garð ákveðna hópa síðastlega 12 mánuði. Þetta er einmitt sko, þetta er partur af ástæðunni fyrir því hvað þetta er hættulegt. Sérstaklega þegar kemur á börnum. Já. Að sko, vegna þess að algoritmi segir, sko, þú veist, einhver strákur ítir á, horfir á þannig teit vitleysinginn og þá fær hann alltaf fleiri myndbönd með honum send og þá bætist við Jordan Peterson og bætast allir vitleysingarnir við. Já. Sko, það er 20 í þessu sem er hættulegt beinlínis lýðræðinu. Í fyrsta lagi þá er þetta að öfga skoðanir þær eru svona að rísa og margir tengja það beint við aukna samfélagsmiðlanotkun sérstaklega hjá ungu kallmönnum. Já. Það er búið að rannsaka þetta út allan heim og svo leiðis. En síðan er hitt að læsi og lestur hefur minnkað og farið aftur í samræmi við snjallsíma heimsins. Og það sem gerist þegar krakkar lendi í vandræðum með lestur, það er hættulegt lýðræðinu líka. Einmitt. Það getur ekki lesið lengri text á sér til gags, þetta getur að lesið. Já. Þegar að vera að tala um læsi, þá er ekki að tala um það að 40% drengja séu ólæsir. Nei, heldur kannski vantar upp á lesskilningin. Þetta er mjög ónákvæm orðaforða. Já, orðaforði er ekki svo góður og svo framvegis. Og geta lesið þetta í gang, skilið. Sonur minn, hann er alltaf að lesa eitthvað á samfélagsmiðlunum, þú veist, og það er texti sem er 4 línur. Já. En ekki, þú veist, heil bók eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta er sko hættulegt lýðræðinu líka. Þú verður að geta lesið og aflaður upplýsinga til að geta tekið meðvitað afstöðu. Já. Þannig að sko samfélagsmiðlarnir eru hættulegir lýðræðinu ekki bara út af sko efninu heldur líka út af hvað krakkar verða háður svo hætt að lesa. Já. En líka ekki bara samfélagsmiðlar, þetta er líka þessi tölvuleikir sem eru að hámarka það að við séum með athygli okkar á skjánum og aftur, ég er ekki að segja að tölvuleikir séu slæmir og ég tala þetta mikið um þetta í mínu fræðslu. Erum við að tala um sko símaleiki eða tölvuleiki? Sko tölvuleikur er ekki sama tölvuleikur. Nei. Margir tölvuleikir eru hannar með það sem ég kalla blekkjandi hönnun. Okay. Eða dark patterns og þú getur bara að googla hvað er dark patterns. Hvað er það? Ég þarf ekki að googla það, þú ert í afstæðinu. Já, nákvæmlega, dark patterns eru alls konar svona hönnunar leiðir innan leikja til þess að í rauninni gera þig háðan leiknum og vera sem lengst að inni eru rauninni að blekka þess að gera eitthvað innan leiksins sem þú myndir annars ekki endilega gera eins og að eyða tímaði peningat inni. Og sem dæmi er til dæmis að ef tölvuleikur er ókeypis, það er rosalega stórt svona rautt flagg. Af hverju tölvuleikur ókeypis? Já. Hvernig fær hann pening? Já. Nei, hann fær pening með því að selja þér með örgreislum innan leiksins. Já. Þú verður að keppa við viniðina einhvers konar skins eða einhverja hluti innan leiksins og þetta kallast líka pay to win, þannig að til þess að geta spila leikinn almennilega eða unni leikinn þá verður alltaf að vera haldið fram að borga en þú klárar aldrei leikinn er aldrei búinn. Nei. Og fleiri leiðir er til dæmis eins og að vera með svona lootboxes og hérna skilur þið ekki. Lootboxes eru til dæmis svona kassar eða egg eða litla krukkur eða eitthvað sem eru innan leiksins sem þú sem notandi, og oftast er þetta þá í síma, þarf þá eitthvað neina að smetla á leikinn og fara svona skinörfun við það að vera að hamast á þessu og svo opnast þetta eða brotnar eða eitthvað og þú fara eitthvað verðlun og þetta er náttúrulega bara klassískt dæmi út úr spilakössum, þú veist, þetta er þessi óvissa, þessi ófyrirsjáanlega umbun sem er svo rosalega
dópamínvætt, þú veist, þú bara losa svo mikið dópamín við það að vita ekki hver verðlunin er að fara að vera, þú veist, þú gæti verið að fá eitthvað geggja, þú gæti verið að fá eitthvað ömulegt þannig að þetta er rosalega dópamín örvandi og heldur alltaf við efni. Fyrir ekki bara að sko það hluti af þessu réttarhaldum í LA snúast að þetta að samfélagsmiðlafyrirtækin að nota þessar hannanir úr spilakossunum sko. Og þetta er ekki bara á samfélagsmiðlum, þetta er líka í ýmsum tölvuleikjum og spilakassinu í Íslandi er 18+, eða ekki? Jú, en þetta er samt sömu aðferðir eru nýttar í þessum tölvuleikjum sem eru sem vinsælastir meðal ungu barnana alveg niður í bara 7-8 ára gömul börn og eru að eyða þvílíkum peningum stundum að inni og þetta er ríkað en það er náttúrulega til fullt af tölvuleikjum ég spila alveg tölvuleiki og þar sem ég segi þú ætlar að spila tölvuleiki sem eru bara góðir heilnæmir tölvuleiki sem eru til Gunnar, ég veit sér svipnaður þá þú veist, kaupur leikinn þú kaupur hann einu sinni og þú getur bara að spila hann þegar þér hendar af þú veist af bara þínum forsendum með kannski vinum eins og svo Mario Kart, skilur, þú bara spila Mario Kart þú er bara öxl í öxl, bara að spila þú veist, það er bara geggjað, mjög gaman Já, ég gerði þetta með strákunum mínum einhverja kapasturleiki og fyrstu FIFA-leikina og svona Já, en núna til og með FIFA, það hefur komið rosalega mikið svona blekkjandi hönnum þangað inn og það er verið að reyna að bæta sér næstu í alla leiki og líka þú veist, blekkjandi hönnum sem fer rosalega í taugarnar á mér er til dæmis eins og er að fá til að mæta daglega í leikinn að halda einhverju stríki eða eitthvað svona daily claims eða daily quests og ef þú mætir ekki inn og það missur af því þetta er bara ástæðan okkur mörg börn bara vil ekki mæta á reiki bara þau vil ekki missa af og svo er þetta söð sem fylgir sér bara nei, ég verður bara að fara inn og kleima ég ætla bara að kleima, ég verður bara að fara inn og kleima og svo er búin, ég lofa bara hættu að fara inn á leikin á þeirra forsendum ef þú vilt spila leikina þannig skemmtilegur og gefandi og bara byggjur upp í hérna tengslu viniðina eða bara skapar skemmtilega minningar þá endilega spilaði leikir þeir eru bara þrælar já, ekki spila eða mæta á þeirra forsendum að því að þau eru að segja þér að þú verður að gera það og það er þessar aðferðir sem eru inn á leikina sem eru svo hættulegar og í rauninni þarna liggur hundunum grafin þarna þurfum við að fara að setja einhvers konar utanumhald og Roblox er náttúrulega þekktur orðin fyrir það að það er verið að nálgast drengi með, þú veist einhverja misnótkun í huga börn bara bæði já en ég las einhvers stóra drengir þetta var mjög hættulegur staður fyrir drengi og þetta er bara æðislegu töluleikur já, ég hef ekki spilað Roblox ég myndi ekki vita hvernig það lítur út sko nei, hann er svona kuppalegur sko hann er svona pínu eins og hérna Minecraft í svona útliti hálfkilega en samt ekki ég pínu sjokkar að sko ég þekki strák sem fekk bara innegn í Roblox í jólugjöf já og það bara ég var þá var ég gamli kallinn sem að öskra á skíinu sem svo bara mér finnst það ennþá ég ætla bara ég er orðið 60 ára ég ætla bara að fá að vera gamli kallinn ég trygg út frá að deginum eldri en 40 Gunnar ég er bara staðfest 60 ára nei já, þetta er nefnilega ekki gott í rauninni ef maður getur vara bara foreldra við bara ef þetta er ókeypis þá það er ekkert til sem heitir ókeypis hádegismatur eins og ég segja á ensku en samt sko, þú veist, við töluðum við á að kynslóð foreldra er að núna, nýjasta kynslóð foreldra er kynslóðin sem að mun passa upp á þetta hérna, en þetta er líka kynslóðin sem að ólst upp við töluleiki og ekki þeir sem eru núna, þú veist, 35 og niður það er hérna kynslóðin kannski jafnvel upp í 40 ára og þú veist það er bara fullur af fólk sem bara verður að fá að spila í klukkutíma á dag já og vissir það ekki? Þú er náttúrulega frá Hellu og veist ekki neitt sko. ekki svona mínum áhrifurring en ég hef heilt á netinu að það eru nýbakaði foreldrar sem bara get ekki slítið sem lausa þetta eru þínu jafnaldrar já. Og niður ég held sér ekki mikið ofar nei þú veist ég var þessi kynslu sem byrjaði að spila þú veist 20, veist ég eignast minn fyrsta þegar ég var 28 ára og hérna þá voru að koma svona töluleikir í veist, fyrstu mökkunum hérna, eða fyrstu góðu mökkunum getur við sagt og maður var svolítið að spila það svona
þú veist, kannski klukkutíma á viku eða eitthvað Já. og svo bara tók lífið við maður, þú veist, gæti ekki 1 tíma í þetta klukkutíma á viku, það er klikkur Ég veit það. og núna er þetta bara klukkutíma á dag og þá er náttúrulega tekur þetta fólk börnin sín með í þetta Já. og ég bara veltaði fyrir mér, ég veit ekki hvort ég slæmt eða gott en ég bara veltaði fyrir mér, veist, hvernig fyrirmyndir eru við, er þetta, þú veist Ég held að sé, það fer allt eftir leikjunum, sko. Já. Ég hef til mér svo, ég á lítinn strák 5 ára, sem er mikið að þeim vilja spila tölvuleiki en ég er bara að fara þá mjög varlega með það Já. og við spilum bara Mario Kart saman. Hvernig leikur það? Það er bara Super Mario í kappastusleik. Já, það hljóma vel. Við erum bara í kappastusleik. Ég verði til í að spila það. Það er náttúrulega dópamin. Já, ekki af sama... Þetta djóka? Já, en ég meina það er ekki, þetta er ekki sömu brellubröðin. Nei, bara kappasturinn. Þú fær líka dópamin við að fara í fótbolta, skilur. Já, ég er að tala um það, þú veist, þetta er bara svo æsingur. Já, en maður verður, þú veist, eftir 20 mínútur þá nennir maður sér ekki meira, þá fær maður nóg og maður leggur niður fjastringuna og fer að gera eitthvað annað. Og það er nóg. En hinn leikinu, þá getur maður haldið áfram endalaust, maður fær einhvern veginn aldrei nóg. En sko, málið með þetta, þú veist, við verðum að setja reglur þetta, en þess að sko, úrtölurættarnar, meðal annars hafa sagt, foreldrar verða að taka ábyrgð á sínum börnum, þú veist, við verðum bara að treysta á foreldrunum, en málið er að það er í öllum svona úrtökum og rannsóknum og alveg sama hvað er rannsakað í heiminum, þá er alltaf, þú veist, 10-20% þáttakanda eða viðkomandi hóps sem er í vandræðum sem mun ekki fá gott stafrænt uppeldi á heimilinu og þess vegna verðum við að sko búa til reglur vegna þess að ég svona minn segi, það er allir PlayStation 1 sko það er bara ekki að koma PlayStation, það er allir PlayStation og svo, þú veist, eftir ár þá lendar á spítala og ég kaupi PlayStation fyrir góðu babbi og hann kemur heim og veist, bara fá PlayStation og eitt leikur, þú veist Kostaði bara spítalavist, það var smottir Já, og svolítið mér að kenna sko. Hvað gerður? Já, þú veist hann var svolítið svona úlfur barn og ég bara, það er ekkert á honum svo var hann bara í botlakakasti og bráða aðgerð og sjúkrabíll og allt og ég var svo mikið moral ég tengi bara við Svo bara fyllist húsið að krökkum allir að spila og ég sem það er gaman að skuli alltaf vera hérna, ég er ánægð með það. Já, það á engin PlayStation. Ok, þetta er rosa góð saga. Já, en það er þetta og þú veist, þetta virka á mig að ef ég sem foreldri myndi taka síman af barninu mínu eða ekki leyfa því að fá síma þá er, þú veist, á einu ári þá er barnið orðið risaðil og skrítið og út undan og við þurfum að búa til reglur og láta foreldra fá vopn í hendurnar það sem það getur bara sagt nei, þetta má ekki og það er alveg svo með samfélagsmiðlabanni fyrir börn það er bara, nei, það má ekki bara ég ákveði ekki, þetta bara má ekki já, þetta bara má ekki þetta er bara lög og þannig var það með útivistatíma þetta er svo, útivistatímin er svo gott vegna þess að þau, veist hver vil taka börn inn? Nei, Akkur vilju ekki leyfa þeim að vera úti? Já, bara ekki til miðnættis þar sem að þau voru bara í verulegri hættu veist, líkamlega að lenda í einhverju eða voru brjáluð og fóru í skólan að brjóta rúður sem var mjög vinsalt í mínu hverju sko. Þegar ég var allstöð, það var geggja sport og svo koma þessar reglur og það er bara, þú veist, við erum að hugsa betur um börnin og þá er ekkert þetta að rífast við foreldrana Nei, bara löggan er keirum hverfið og þú veist, löggan tekur þið og þannig var þetta, maður sagði þetta Ég hef tekið þann vinkil á þetta með samfélagsmiðlabannið og ég tek alveg mark á því sem fólk er að segja hvað varðar að þessi lífkenni við skulum alveg hafa varan á þar ég skil hvað þið meinir ég skil ekki lífkenni eins og þú veist andlitsskanni og fleira Vist, ég skil að það sé viðkvæmt að vera að safna þessum upplýsingum börn til dæmis að
að 16 ára börn sé að skanna sér andlitið einhvern veginn til þess að fá aðganga samfélagsmiðlum og það sé vera að safna þessum gögnum. Ég skil punktinn og ég veit alveg að mörg börn munu komast fram hjá þessu, ég veit að þetta ekki fullkomið og ég skil öll þessi rök og bara ég heyri í ykkur. En það sem ég sé þetta sem í rauninni verkfæri fyrir okkur foreldrar sem eigum yngri börn sérstaklega, að því að með tímanum, eftir bara 2-3 ár, þá verður þetta bara orðið eðlilegt. Já. Og það er erfitt fyrir þessa fyrstu krakka sem eru akkurat með samfélagsmiðla eða eru alveg að fara að fá samfélagsmiðla. Já. En það bara að leggja línuna þarna og eftir 2-3 ár þá er þetta bara orðið nýja normið. Já. Og það er þetta sem snýst það, bara hvert er normið. Átak, sko. En ég skil ekki þetta með lífkenni. Þeir sem eru á móti samfélagsmiðlunum nota lífkenni sem röksemd. Nei, í rauninni er það þannig að eins og í Ástralíu að þá til þess að finna út hvað þú ert gamall, þá þarft að skanna andlitið. Já, þeir sem meiga fara þarna, þeir þurfa að skanna sko, til að sanna það. Skanna til að sanna. En bara eins og í Ástralíu, allir þurfa að í rauninni allir þurfa að skanna á sér andlitið til þess að sannræna að þú sért yfir 16. Það er ekki bara börnin sem þurfa að gera það þurfa ekkert en allir að gera það, af því að þið veit samt alveg hvað er gamall, en þið veit alveg að þú ert 60. Allir símar eru þannig. Já, en þannig að þetta er í rauninni, þetta snýst það að nú er komið í hendur á tæknifyrirtækjum og þau getur safnað ennþá meiri gögnum okkur til þess að reyna að ákvæða það hvort þú sért undir 16 ára ekki. Og fólk er viðkvæmt fyrir því og ég skil það vel. En þetta er bara spurning lausn. Þetta er ekki endilega lausnin en einhver lausn. En sko, jafnvel þótt að það væri bara engin leið til að sannreyna þetta. Bara, ef það væri bara sett í lög, bara banna hennar 16 ára og foreldrar þurfa bara framfylgja þig. Þá myndi það strax hjálpa. Það myndi strax hjálpa. Síðan er ég með lausnina. Að það er bara við 18 ára aldur. Akkur að lifa 16-17 ára, ég skildi ekki. Nei. Þau mögðu ekki kjósa, þau mögðu ekki gifta sig, þau mögðu ekki drekka, þau mögðu ekki kaupa sér tóbak, en þau mögðu að fara á samfélagsmiðla. En við verðum að leyfa þeim að fara á samfélagsmiðla. Þú veist, Jonathan Haidt, hann er komin á mínu línu. Hann sagði þetta á föstudaginn, best væri ef að væri miðað við 18 ára. Já. Og ég ákvaði að vera svolítið brjálæður þegar ég fór að tjá mig þetta að taka síma af börnum 18 ára yngri þannig að maður þarf stundum að stíga svolítið fast í jarðar til að sé hlusta á mann og svo er þetta semja út frá því sko. Já, algjörlega. En því meira sem ég kynni mér þetta því sannfærður verð ég að það þarf að skipta út þessum símatækjum þangað til að verða 18 ára. Já, að ég meina þú veist, þá eru þið fullorðin. Þá eru þið fullorðin. Þá getur þið gert það sem þið vilja. Þá getur þið látið skanna á sér handlitið og tekið fingraförin og hvað það er sem þarf. En að við sem foreldrar síðan leyfa tæknifyrirtækjum að gera það við börnin okkar, nei. En þegar þú ert 18 ára, þá máttu gifta þig, þá máttu drekka, nei, máttu ekki drekka. Ég horfa á þetta pínu svo bílprófið. Ef þú ert orðin og þroskað til þess að keyra bíl, sem er mjög öflugt tæki. Ok, 17. Þá, ég horfum svipað að því að samfélagsmiðli er ekkert með bara mjög öflugt tæki. Já, en sko, bíllinn safnar ekki að miklum upplýsingum þig. Ekki en þá, nei. Já, hann gera það kannski, sumir. Já, hann gera það ekki, þannig að þú veist. Kannski Teslur. Teslunar, hljóta safna ykkur þeir. Já, Teslan er, þú veist, við skulum. Tæki djöfulsins. Það er það. Ég er á rafmagnsbíl og ég ákvað að fá mér ekki Teslu vegna þess að ég sko, þessi maður og svo bætast Epstein-skjölinu við og ég bara, ég á ekki Teslu. Það var svo góð fyrsti aprílbrandarinn hann í fyrra. Hvað var það? Það var einhver maður sem ætlaði að selja Teslun sína þegar maður orðin sem ekki aðkastið þarna á Teslunni. Var þetta 1. aprílgrín? Þetta var 1. aprílgrín. Þá var hann í dós alveg og fullu hann Elon. Hann var í dós. Já, akkurat. Dóke. En bara svona smá devil's advocate sko. Það eru fleiri vinklar á þessu eins og til dæmis að það eru jaðarsettir hópar sem þurfa að finna sér einhverja staði til þess að geta tengst og svona og ég skil þessa vinkla, ég skil þessi rök og ég heyri í ykkur en þetta er bara efni til nýsköpunar að mínum mati. Sko. Bara svo slappið. Slapp.
slapp er komið, lausnin er komin. Þið vera glaðir, ég þarf að senda þeim þátt. Já, og sko, og líka, sko, í balansfón, þá getur við verið með samskiptaforrit. Já. Hvað er það sem að krakkarnir, sem þú varst að tala hvað er það sem þá vantar þegar að síminn er tekin að? Einu sem ég hef heyrt er samskiptin. Akkurat. Og reynda líka, jú, þau þurfa að komast í hérna, geta googlað, sko, hérna, transhópa eða einhverja minnulegt sem þau eru í, sko, og þau geta það í balansfón. Já, nákvæmlega. Þannig að, þú veist, þetta sem þú sagðir, það er engin rök Nei. Reyndar á móti mér. slappi kemst ekki inn í balansfón. Nei. Bara heyra í balansfón og fá það að opna slappið. Já. Eða bara að slappið gera það þannig að það verði nógu gott til að sleppin í balansfón. Já, það væri að reyna eitthvað svo leiðis. Slappinu í balansfón. Slappin í balansfón. En eins og hún sagði þetta svo vel hérna í torkinu, hérna ekki Hugrún sem þýddi bókina Stólin athygli. Hún var hérna í áhrandasalnum og var bara ótrúlega flott. Já. Hún sagði þetta svo vel allt saman. Kannski ennur sem væri gaman að fá í þáttinn. Já. Að það er ekkert, þú veist, það er engin lög, það er engin, þú veist, það er ekkert sem segir að eða samfélagsmiðlar eða leikir verði að vera að þannig gerðir að þeir stela allri athygli okkar. Nei. Það er alveg til leikir og samfélagsmiðla forrit og fleiri vettvangar sem eru hannaðir með velferð notandans í huga. Veistu hvert besta dæmið er? Hvað? Orðla. Ha? Wordle. Já. Veit ekki hvað það er. Veistu ekki hvað það er? Ég er alveg húgt á því. Ég held að mamma sé alltaf í því. Já, við erum að stundum aldrei ögla. Það er þannig. Það kemur, þú ert að giska, finna hvert orðið er. Já. Orðla.us, orðlaus. Og það kemur bara eitt orð á sólarhring. Já. Og ég er að meðaltali svona 3 mínútur að leysa það. Vá. Er það sáleikur sem þú ert að keppa við einhvern í fjölskyldinu? Nei, þú ert bara einn. Ég veit ekki. Nei. Ég hef ekki séð það allavega. Nei. Ekki. Þetta er eitthvað til að bæta orðaforðan eða? Já, þetta er bara, þú veist, Hugaleikur. góður og gegn íslensku leikur, sko. Já. Þú veist, alltaf 5 stafa orð. Já, ok. Og þú hefur 6 sénsa til að finna orðið og vilt leysa það í 2-3 tilraunum, sko. Já. Þannig að, og Wordle, New York Times setur út orðlu á ensku sem getur Já, það er komin í útrás. Er þetta íslenska forriti sem er komið út? Nei, ég held sé akkurat dögut. Já, ég skil, já. Ás að vita. Og New York Times, þeir setja 1 orð á dag líka. Já. Þannig að ég er svona yfirleitt aðeins lengur með það. Já. En já, ég sé bara lausnir, ekki vandamál. Það eru nefnilega til lausnir við þessu öllu saman. Já, við þurfum Svo var bara einn sem að alveg öskar á mig á Facebook og sagði það, við þurfum að bara finna, við þurfum að kortleggja vandamálið og maður bara velkomin í umræðina. Það er löngu búið. Það er sko málaferli og beggja vegna Atlantsafsins Já. út af því hvert vandamálið er. Ég er svo sjúklega spennt að heyra hvernig það fer hérna í LA, sko. En svo er líka Evrópusambandið að fara í Já. mál. Þið TikTok eða ekki? Jú. Þannig að þú veist, út af ávanabindandi dótinu. Já. Þannig að já, við skulum vera jákvæð uppbyggileg, það er til lausnir við svo öllu saman, það er Nei, ég er svo peppuð. En byrju, stærsta, hvað eiga börnin að gera eftir skóla? Þau eru bara að fá meira frelsi og meira ábyrgð og bara leika sér. Ha? Frelsi? Hvað meinar frelsi? Bara frelsi. Ætlar að láta að fara út úr húsi? Já. Alein. Nei, það má ekki, þetta er svo hættulegt samfélag. Þú veist, ég er alveg að segja það sem að hefur verið sagt fyrir mig. Við búum á Íslandi. Já, og hvað með það? Er þetta sagt við þig á Íslandi? Já, það? Já. Og þú veist, hver á að passa þessi börn? Já. Er ekki sel? Já. Fyrir börn, fyrir litlu krakkana. Þú getur farið í skólaselið. Í svona frístund, Já. einmitt. Já, og en ef þú ert of gamall, ég veit ekki Þá ertu alveg, hvað þannig er langt upp. það er oft svona 9-10 sem það nenni ekki að vera lengur. Já, þá átt að geta verið með lykil um hálsinn Algjörlega. og farið heim og opnað Já. og leikið er. Eða hefur engum dott í hug að láta börnum leiðast. Já, einmitt.
Það er vist eitt af besta sem þú geta gert. Já, ég man þegar mér leiddist sem barn, þú veist, það var bara einn dagur sem var bara sumardagur, brjálaveður og ég náttúrulega bjóð svo vel að eiga jafnaldra besta vin í sama herbyggi, skiljiði, týpuri. Þægilegt. Þannig að við bara vorum hvað eigum við að gera? Við vorum búin að leika með allt úti og það var fyrsti leikþátturinn sem við byggum til. Nú, er það byrjunin á ferlinum? Nei, maður var nú alltaf að fýblast. Ég byrjaði 7 ára að kynna skólaskemmtanir en þetta, þarna var ég aðeins eldri og við fórum bara að búa til maður finnur alltaf af því að það var ekkert annars var nokkuð dætti að gera samt áttu við alveg tonna dóti Já, svo yndislega minningar úr æsku nefnilega að mér og bróðum mínum að gera bara svona alls konar. Við vorum eitthvað að búa til liti úr öllu sem við fundum náttúrunni, vorum að saga spýtur og búið til spýtukalla með að negla hendur og fætur á það og teikna andlit og eitthvað. Vorum að tálka, við vorum að leika okkur í hrauninu. Veitu, hvar órst þú upp? Í Hafnarfirði. Já. Þannig að það var alltaf hraunið, vorum alltaf eitthvað að hoppa í hrauninu og hollin skollin og alls konar leikir. Og en ég fatt að leið og ég sleppti orðinu og svo tókst þú undir þetta. Það fer svo í töðar á mig þegar ég heyri eitthvað segja í podcasti eða útvarpi þegar ég var lítill vegna þess að mér finnst að svona umræði ekki að fara í einstök persónubundin mál Nei. Ég fór bara dagdræma. Já, og ég bara byrst afsökunar að segja þetta, þú veist að mér finnst þetta alveg glata en mér finnst gaman að heyra sögur Já, ok Fyrirgeðugunar. Þetta er podcast náttúrulega við erum nú að tala inn í klukkutíma þannig að það kannski má segja aðeins meira Ég er ekki að skamma því, ég er að skamma mig Við erum svo persónulegar það er Hvaðan ert þú? Ég er úr Reykjavík en bý í Hafnarfirði en eiginlega samt ekki lengur Nei Ég er svona helmingin af tímarum í Rangárþingi ytra í Holtasveitinni það er Þorrablót helgina Ég er í skemmtinu þetta næsta ári Holtablóti Já, tek Holtablóti það er nú Í fyrsta sinn, ég hef alltaf verið að fara á Ásablóti Ásarönd Það sé að við vorum þar og voru nýflutt hérna í Holtasveitina Þau eru hress hef ég heyrt Holtablótin, ég hef aldrei farið að það Já Ef við ekki bara skella okkur saman Við skellum okkur bara Ég held að kona mín komast ekki Það var að fá henni að lána Já og bestu vinur okkar komast líklega ekki heldur en maður er búin að kynna svo mörgum góðum einstaklega gott fólk í Rangárþingi ytra ég verð að segja það Já, gaman að heyra Alveg frábært Þetta er búið að Erum við búin? Hvernig niðurstaðan? Niðurstaðan er bara það er alltaf Við höfum rétt fyrir okkur Það er allt á blússandi siglingu og ég er ekkert nema peppu fyrir framtíðinni Og það er svar við þessu öllu Það er svar við þessu Og það er vænt sími, jafnvægi símin Jafnvægi símin Og börnum mála þessi leiðast Mér langar svo að spyrja í lokin Hvernig dastu inn í þessa umræða þessum vettvangi? Það út frá lestri svolítið Allt þetta tala minkandi lestur og bóksala fyrir minkandi og það er bara allt á niðurleið og ég var einmitt að rifja upp hérna fyrir torgi hvort það væri ekki örugglega þannig sem ég fór inn í þetta en svo bara las ég grein á Vísi sem þessi mál og ég var bara svolítið slegin Það er alveg 2 ár síðan, 1,5 ár síðan. Ég man ekki hvað skrifa en þar myndist maðurinn á Jonathan Haidt, tók saman, hafa mér yfirlítið yfir nokkur svona þessi rannsókn, mjög flott, þú veist, þetta er einhver prófessor og ég bara ítt á alla tenglana og bara eins og einhver 10 ára myndi segja, oh my god! Þetta var bara Það varst þú vonsvikinn Já, ég bara, þú veist mér fannst eins og ég hefði verið gabbaður Já, og við vorum leið var ég aðeinslega pirraður á því að hafa verið gabbaður og að enginn skildi hafa passað upp á mig Já, ég veit það Hvar var
ríkið. Já, nákvæmlega. Þú veist, akkur Hvað voru yfirvöld á meðan hvað eru ég- yfirvöld Já. á meðan sko, og þetta er akkurat máli að Já. sko Peter Thielarnir og Mark Zuckerbergarnir og Elon Muskararnir eru flestir í efstinskjölunum, við skulum áttu okkur á því. Já. Þetta er ekki gott fólk endilega sem til að, þetta er ekki fólk sem við viljum að stýri miklu í heiminum Nei. en þeir eru að gera það sem þeim vilja Já. í þessum tæknigeira, veist, í gegnum þessi snjallforrit og það er eins og við sem ríki Ísland hafi engin svör Nei. og það var bara það sem fór svona brjálaðisli í töður á mér Já. og ég hugsaði bara ok ég verði Þá að þeir eru rífa móka þennan kjaft skurð. aðeins Já. og svo var ég að rífa kjaft þetta bara svona, þú veist, öðru hverju og svo lendi ég smá vandræði með bókina sem átt að koma út á síðasta ári sko og hérna allt og löng og ég var ljóst að ég gæti ekki klára hana á réttum tíma en ég segi við útgefandan sko ég er með aðra hugmynd sem ég get verið sem ég næ að klára á réttum tíma miklu steytri bók og það var byrtingur og síðan bæni mikla Já. og eins að það var bara á þessu 1,5 ári það var bara sögutráður, þetta var allt tilbúið sko. Já. Ég var aldrei áður skrifað sögutráð á einu degi en þess að sögutráðurinn tekur alltaf lengsta tíma hjá mér Já. og Og þessi kom á einu deg. þetta var bara, Vá. Magnað. ég fór með hundin ég var að veiða í Laxavíðahaldal og hérna brotnaði tönn í hundinum og ég þurfti að fara með hann í aðgerinn og Akureyri og hann var hérna í 3-4 tími í aðgerinni og það var tími síðan til að skrifa hérna sögutráðin en þess að leið og ég kláraði veiðina þá þurfti ég, þú veist, að byrja að skrifa bara til að ná þessu sko Já. þannig að og sögutráðin hann er svona 80% eins og hann endaði sko Vá. skrifaði mitt í svona stílabók bara Ok. út í móa. Skrifaru? Já, ég keiri upp í Hlíðarfjall og það var svo geggja veður, sett bara út í móa og byrjaði að skrifa Maður er svona svo 10 sem fljótari bara á 12. Já, en þegar þú situr í berjamó Já. fyrir ofan Akureyri Já, þá er ekki annað. passar ekki Nei, einhvern veginn passar ekki. að vera með tölvuna Það er Einhver svo sé rómantísk til þín. sín, eitthvað Gunnar Já. Helgason í Berjamó og Akureyri að Já. skrifa bók. Ég er sko handskrifa. Hann Já, skrifa bók í ég á stílabók. mikil tengsl við Hlíðarfjall sko. Já. Af því að ég var sko svona svíkappi og Já. keppnismæður sko. Já. og hérna margfaldur Reykjavíkumistari og Nei. svona horfið Kemur núna það í ljós? ég horfið núna á Ólympíuleikana og Jón Eirík sem var sko náði bestum árangri íslenskra segumanna í sko 20 ár og ég held að hann hafi verið í 25. sæti og maður horfir á þetta sko og nostalgían sko hellist yfir manna þegar maður var ekki alveg í þessum galla það er svo látt síðan ég var að keppa en þú veist að slá niður stangir og svona Já. þannig að og þú veist við teftur í Hlíðarfjalli var æðislegt og maður var alltaf að keppa andur sandarleikunum það var elska Hlíðarfjall Já. það er svo gott fólk í Hlíðarfjalli nú erum við að strjúka Norðurlandi og Suðurlandi Maður verður að gera það. Já. Halda öllum góðum. Já. Fyrst þú ert búin að vera vonsvikin í sjónvarpi. já, og svo líka eitt sko þegar maður er svona gamall Já. 60 ára þekki maður svo marg Já. 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 ég upplýði þetta ekki þegar 50 ég er búin að vera 60 ára í 2,5 mánuð Nú, Ó, til til hamingju. eða 3 byrðu Vá. Desember- Stór afmælið. Nei, 2,5 mánuð Og Já. hvað mættu margir afmæli þá? Fyrst að það ekki svona marga. Heyrðu, ég held ekki upp á því. Ég bauð börnum ég bauð upp á upplæstur í Já. bókasafninu í alveg Hafnarfirði rétt, mikið var það skemmtilega. Já, hann var ógislega gaman Ég man eftir því. Já, og hérna en kannski held ég með konunni, hún verður 60 á þessu ári en maður þekki svo marga maður er búin að koma svo víða við Já, einhvern veginn já. í mínu starfi og þú veist bara þú nefnir einhvern landsluta og ég bara Já. af því að maður þekkir einhvern þar Já, einhvern frábæran Já. og hérna þetta er svolítið gaman að uppgöta þetta og líka að losna við sko, mér er aðeins minna sama eða meira sama hvað fólki finnst mig Já. Gott að losna það er við rosa gott Er það skref ekki þægilegt? jú, ég er ekki fullnum
ég er ekki útskrifaður í að láta fólki, vera saman hvað fólki finnst um mig. Þú ert að æfa þig með því að kalla í skíin. Já, þú veist, ég á kannski ekki svo langt eftir og þá bara, þú veist, eftir hverju er ég að bíða ef ég vil öskra á skíðin. En þú ert líka bara búin að safna svo vel saman það hvað fólk elskaði mikið á Íslandi. Ert svo mikið þjóðargull. Takk fyrir. Það finnst það ekki öllur nefnilega. Nei, kemur í ljós. Það finnst ykkur ekki skrítið. Mjög skrítið. Það var ykkur algjör minnihlutahópur. Já, ég fattaði fyrir svo 10 árum já, sennilega þegar ég var 50 að sko, maður getur ekki gert öllum til geðs. Nei. Ég reyndi í 50 ár sko. Vá. Já, svo þá hætti ég. Þess vegna á maður alltaf að fylgja sin eigin samfæringu og hjartanu. Já. Eitthvað sem skiptir þig máli. Já. Og átt að fylgja því. Já. Af því að ef þú gerir það ekki og ert að gera öllum til geðs alltaf, Já. Að þá ertu bara að fara að gera aðra og sjálfaði vonsvikinn. Já. Ég skipti starfsvettvang þegar ég var 45 ára. Nú er ég svo 2010. Og hvað varst að gera á undan? Þá var ég sko bara voða mikið að leikstýra og hafi verið svolítið í útlöndum að leikstýra leikritum sem, þú veist, fór ekkert mikið í fjölmiðla svo sem. Nei. En, þú veist, var 3-4 ár bara eiginlega alltaf úti. Já. Og svo fór ég að vinna á Latabæ bara af því að sko kona mín var farin að fá mikið að leikstýra erlendis líka. Vá. Þannig að við gátum ekki bæði verið í því með 2 strákar sko. Nei. Og mér fannst einhvern veginn meira spennandi það sem hún var að gera, þannig að ég segi ég skal vera heima. Já. Og fekk þá vinnu hjá Latabæ. Fyrst eina skiptið í æfinu sem ég hef verið sko í fastri vinnu í meira en 1 ár. Já, ok. Og djúvillig það klikku pæling maður. Og ég er fastri vinnu? Já, að vera með sama fólkinu, Já. mæta á sama staðinn, með sama fólkinu og fá sömu laun. Er það grínast? Að fá bara, þú veist, við vorum svo vönið að eiga svo lítið pening að það bara safnaðist upp, sparnaði svo. Við vorum bara, hvað er að gerast? Hæ? Og þetta var bara surrealísk pæling. Að vita hvað maður var með í laun frá mánuði til mánuðar. Hitt er örugglega skemmtilegt en örugglega miklu meira óvísa, sérstaklega með fjölskyldu. Já, svolítið kvíðavænlegt sko, getur verið. Já. Og erfitt, þú veist, við eins og niður vorum við bara farin á hausinn. Já. Þú veist, það var bara 2 kreditkort í botni og það var yfirdráttur og næsta var að selja bílinn og íbúðinu sko. Já. Okay. Og þá bara sló eitt leikrið í gegn. Já, sem snill. kona mín skrifaði, Cellofon. Já. Bara, þú veist, í mánuðinu sem við vorum að fara á hausinn. Ég veit ekki þetta var bara alveg á síðastu sens. Hvað heitir konaðinn? Hún er Björk Jakobsdóttir. Já, ok. Og veit ekki hvað ég að segja ævisögum mína. Jú, hvað kom það? Það vilja allir kynna skurð. Það vilja allir. Já, pointi var að vera eiginlega orðið meira sama þó að fólk þóli mikið sko. Það var svona pointið. Já, og þú sagðir fólk verður að fá að gera það sem að vilja, varst þú þess að detta út Já. Og þarna 45 ára þá að hætta leikstýra, hætta að sækjast eftir því og fara bara að skrifa barnabækur. Bara að það væri aðalstarfið. Og árið síðar kemur út Víti Vestmannaeyjum. Já. Hvað hefur þið skrifað marga barnabækur? Heyrðu, ég held að segja orðna 30. Wow. Það er ekkert svo mikið, ég er 60 ára, skilur við. Já, það tekur ég sé eftir ég hef ekki byrjað fyrr á því. Já, er það? Já, ég gerði, fyrsta bókin kom þegar ég var 26 ára. Já. Sem heitir... Það er nú ungt, er það ekki? Já, sem heitir Goggi og Grjóni. Já. Og 2 eða 3 ára síðar kemur út framhaldið og svo ein bók í viðbót á síðustu öld, sko. Já. Og svo ekkert fyrir 2010. Já. Þá byrja partíið. Já, þá Björgvin Frans fekk mig til að skrifa Stundin okkar með sér og við gáum út bók í tengslu við Stundin okkar árið 2010 og það var bara, og ég finnst að þetta er bara uppbytun. Nú bara kílu á þetta. Já. Takk fyrir að hafa einhvern veginn alltaf svona fyllt hjartaniðinu bæði í, þú veist, því sem þú hefur að gera og síðan núna að gaspra þetta alltaf og vera með okkur í liði í þessu. Svo mikið vesen. Já, þetta er vesen. En við höldum áfram. Herru, sláum botnin í þetta núna. Hvað eru þið? Marga klukkutíma á dag? Já. Í símanum? Eiginlega ekki til símanum af því að ég kemst ekki á samfélagsmiðla í símanum. En ég fer í tölvuna og það fer eitthvað af vinnudeginu mínum í
samfélagsmiðla. Ég segi, hver... Ég veit það ekki, af því að ég er ekki með einn svona tímataljan á, Nei. á því, sko. Já. En það er ekki meira en klukkutími. Nei. Vá, ég með rosa mikið, Kristín? sko. Ég með alveg geggja, eitthvað tíma léstum að kíkja Já. og þá kom bara, og ég alveg, en þá er það út af því ég vinn svo mikið gegnum, ég er alltaf að, þú veist, heyri fólki. Já. Nei, hann er það samfélagsmiðla bara. Getið tjekkað því? Já, getið séð það. Er það stillingum? Já. Já, ég var eiginlega bara að tala síman. Já, bara síman, já. En sko, ég er svo mikið við tölvu. Ég vissi ekki að vera hægt að mæla bara samfélagsmiðluna. Jú. Ég er svo vitlaus. Þeir brjóta niður, sko, hvað var mikið á samfélagsmiðlum, hvað var mikið á öðrum. Kom mér óvart, ég er 2,5 tíma. Það er nú ekki neitt með við suma, sko. Nei, það er nefnilega En það telur, sko, bróðum ég sagði að það telur tíma sem þú fer á Facebook í tölunni líka. Ha? Er það eitthvað svona Apple-tenging á milli? Já. Ég er náttúrulega með Samsung síma og Apple 12 þannig að Og ég var svo hissa. Ég held þessum miklu meira, ég reynda búin að vera veikið 3 vikur. Já. Ég held þessum miklu meira en þú. En hugsið ykkur samt að okkur finnist 2,5 tíma vera lítið. Nei, mér finnst það brjálast. Við höfum ekkert tíma fyrir 2,5 tíma fyrir neitt í lífinu okkar. Nei. Við höfum ekki tíman. Akkurat. En við höfum tíma í þetta. Já. Það er svo grilla. En sko, það er náttúrulega, þú veist, rosalega mikið af messenger skilabóðum. Já. Já, þetta er það mest það. Vá, við erum að fara að tala of lengi. Þetta er allt í góð. Takk hérlega fyrir Gunni. Takk fyrir mig. Þetta var æðislegt að fá þig. Já, og bara Já. lifi bártan. Já, Algjör heiður. haldum áfram.